sætt fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú, það rignir svolítið núna, gott að eiga góða húfu og vera þokkalega búinn og rétt að benda fólki á að huga vel að aðstæðum og veðurspá ef að lagt í ferðalög næstu dagana. Nú, við ætlum að hefja leikinn í dag í Borgarfirði eystra. Það mikið að vera allt sumari, tónleika nánastu hverja einustu helgi og hápunkturinn náttúrulega bræðslan sem framundan styttist óðum í hana. Nú, við litum þar við þegar voru tónleikar með Pálma Gunnarssyni og Ragnheiði Gröndal og ræddum við staðarhaldarana en þar segja menn gjarnan já, sæll. Hérna í kvöld hjá okkur tónleikar með Ragnheiði Gröndal og Pálma Gunnarssyni. Þetta þriðju tónleikarnir í tónleikaröð sem hófst fyrir hálfum mánuði síðan þegar Bjartmar Guðlaugsson kom hérna. Síðan kom Pétur Ben síðustu helgi og svo var bara fullt framundan alveg fram á bræðslu í það minnstakosti, allar helgar. Hvernig byrjaði þetta? Þetta gerðist? Nei, þetta var jólin þegar þú fékkst mig til að syngja á jólatónleikunum þínum. Þá komst það eitthvað á góða bassaleikari? Já, þá komst ég að hvaðan góður á bassa. Þú spilaði samt ekkert á bassa þar, en þar byrjaði samstarfið. Svo spilaði þú á bassa og söngst í Bergþóru Árnadóttur tónleikunum sem ég var að standa fyrir ásamt fleirum. Og svo bara... Það búið að vera gaman hjá okkur? Já. Skemmtilegt? Mjög gaman. Samferða, öll við samferða, hvert sem liggur leið, gatan mjó og breið, torfær eða greið. Viltu gangum mínar dyr, veist ég opnað ekki fyrr, en ég veit að enn hægt að biðja meir og betri við. Það einhver stemming yfir þessum stað, það einhver stemming yfir sveitinni hérna. Einhvern veginn bara þegar maður kom keyrandi hérna og sá niður í fjörðinu, þá einhvern veginn kom hérna. Og ég ekki að reyna að útskýra það neitt frekar, sko, það var bara meiri hátta gaman. Og ég finn fyrir þessu núna í kvöld líka. Já. Æðislega gott fólk að spila fyrir góð stemming. Það mikið af listamönnum stór hluta landsliðinu sem hefur komið hér að spila og vill koma aftur, veit alveg að hér fær það gott gig, eða yfirleitt hefur það verið þannig. Þannig að þetta sífellt minna mál. Já, við erum mjög heppnir með hvernig bræðslan hefur náttúrulega hjálpað okkur hérna að reka þetta félagsheimili og við höfum verið að byggja mikið í kringum dagskrána á bræðslunni og við höfum verið með undanfarin ár höfum við yfirleitt verið með tónleika að minnsta kosti 3 kvöld fyrir bræðslu. En núna verða þau reyndar 4 frá þriðjudegi til föstudags. Þannig að það alltaf þetta aðeins að bæta í hverju árinu. Mér finnst líka bara svo flott hjá þeim að standa í þessu, Ásgrími og Hafþóri og þeir sem á baku þetta hérna, sko, að þú veist, reyna að lyfta upp tónlistarlífinu í bænum, sko. Þetta ekkert fjölmenn bær, þannig að mér finnst bara geðvægt að, þú veist, að nenn að standa í þessu, mér finnst það svo magnaður. Þetta bara mikið, sko, kraftur og... Ekkert smá. Já, það mætti fleiri hugsa og gera eins og þessi strákar að gera. Já. Tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér og ekki fæ ég miklu ráðið það hvert hann fer, en ég vona bara hann hugsi svolítið hlýlega til mín og leiði mig á endanum aftur til þín. Það hefur aldrei floppað hjá okkur 7-13. Nei, það hefur bara búið að vera alveg virkilega góð aðsókn, svona ef við miðum við að við erum alveg á fjara veraldar. En já, líka gestir, þeir hafa komið hér og upplifað góða tónleika og eru til í að koma aftur. Vita hérna fá þeir alvöru sjó. Ég held að vanti líka bara oft kannski einmitt þetta að það sé farið á stað. Því að ég held að sko það vantar dálítið framboð af svona tónleikum hérna fyrir austan og við erum náttúrulega ekkert með kannski alltaf fullar hljómsveitir en það geta verið alveg frábæri tónleikar þó sé bara einn
listamaður á sviðinu og skapast alltaf ennþá meiri nándjafnvel þegar bara einn maður eitt hljóðfæri. Þetta eru mjög persónulegir tónleikar yfirleitt hjá okkur. Ég sakna þín í birtingu að hafa þig ekki við hlið og ég sakna þín á daginn þegar sólin brosir við mér og ég sakna þín á kvöldin þegar dimman dettur á en ég sakna þín mest á nóttinni þegar svipirnir fara á stjá. Svo bara byrjar þetta, þú veist, að spyrjast út og bara fólk venst í að það sé kannski bara tónleikar allt sumarið, einu sinni í viku og þú veist, Borgarfjörður Eystri komin á kortið, segi ég, út af tónlist. Já. Sjálfsögðu út af náttúrufegurð og öllu því sem að staðurinn upp að bjóða, en ekkert síst, nú bara síkastu út af tónlist. Já, þetta er bara eðslunni. Nú, svo skemmir það heldur ekki fyrir að þeir sem reka félagsheimilið geta alveg brugðið sér upp á hljómsveitarpallinn og hjálpa til ef það vantar einn liðsmann til dæmis í afsláttinn. Já, þannig náum við niður kostnaði með að taka okkur sæti í hljómsveitum og yfirleitt það nú ekkert planað áður, það er svona ræðst bara á tónleikadegi. Já, það sko, ég fekk að spila með Bjartmari á slagverk. Svo var komin að Hafþóri með Pétri Ben og við bíðum spenntir í kvöld hver af okkur vertunum hérna í Fjarðarborg stekkur og svið. Stuðullin er hár á elstu mennin í hópnum sem við bindum mikla vonum við. Gríðarlega. Þeir félagar hafa undanfarin sumur ásamt fleiri borgfirðingum, til dæmis kappanum Skúla Sveinsyni, rekið veitingastað í félagsheimilinu sem þeir kalla Já Sæll. Nú það er á vegum veitingastaðarins sem þessi tónleikaröð er í sumar, en hann er opinn alla daga og fram á kvöld. Nú þeir félagarnir leigja félagsheimilið af hreppnum, en þar á efri hæðinni er safn í minningu Jóhannesar Kjarval, afskaplega skemmtilegt safn og fróðlegt, en Kjarval er uppalinn í Borgarfirði og hann hélt alltaf mikilli tryggð við sveitina og fólkið sem þar býr. Hann málaði til dæmis altaristöfluna sem er í kirkjunni þar. Það er einkar fróðlegt að labba Kjarvalsafnið og fá sér kannski einhverja hressingu í leiðinni á Já Sæll. Já, við erum með húsið á leigu hérna hjá sveitafélaginu núna sem á orðið húsið í 3 mánuði og við reynum að hafa starfsemi alveg frá byrjun júní til loka ágúst. Nú Pálmi og Ragnhildur gerðu mikla lukku og tónleikaröðin heldur áfram. Næstu helgi verða menn sem eru nú ekki þekktir fyrir sömu tónlistarstefnuna. Þar á eftir ætlaði Magni Ásgeirsson, heimamaðurinn, og Óskar Pétursson að vera saman með tónleika og hlakka mikið til að sjá hvernig það kemur út. Já, þau verða með frábæran undirleikara líka. Já, meðan Varmar. Já. Svo er það Jónas Sigurðsson og ritvélarnar. Þá verður nú allt vitlaust, held ég. Það verður allt brjálað. Svo er það Creedence Traveling Band þar á eftir. Og þá erum við dottirinn í Bræðsluvík og það er bara viðburður á hverjum einasta degi. Já, það verður áöfnin á Húna sem að spila á síðustu tónleikunum þarna í Bræðslunni. Nei, fyrir Bræðslu segja ég. Og það er verið að vinna í að fá fleiri listamenn og það verður alveg frábært. Þetta verður kynnt vel þegar líður á Bræðslunni. Já, ætli hápunkturinn sé ekki bara þegar við lokum veitingasölunni á laugardaginn þegar Bræðslan er haldin og skellum okkur á tónleika. Já, þá erum við dottnir í frí. En nei, svo er náttúrulega heldur þetta áfram. Við erum alltaf með risaball hérna eftir Bræðsluna og svo náttúrulega reyndar gaman að segja frá því að það verður líklega 19. hægringamótið í röð haldið hérna verslunarhelgina þar sem við verðum með stórkanónur. Já. Hvað Ari Eldjárn og Þórarinn Eldjárn alltaf mæta? Ari að stjórna og Þórarinn að kera. Þórarinn sem hageringur. Þannig við erum ekkert bara í poppinu, sko. Nei. Við erum í þessu gamla þjóðlega líka, sko. Augun mín og augun þín og þá fögru steina mitt þitt og þitt mitt. Þú veist hvað ég meina.
alveg rík hefð fyrir því að standa hérna fyrir skemmtunum og ýmsu og hér voru mikið af böllum í gamla daga en það landslagið er aldrei breytt og það var tónleikarnir aldrei komið í staðinn. Það líka bara, já, bara svona sem orðið til þekking í viðburðarstjórnun og það að skila sér í þessu. Við búum náttúrulega núna við, undanfarin ár hefur verið mikil uppbygging hérna í ferðaþjónustunni. Það er gott gistirými hérna í boði og það er komið spa hérna og þetta er svona notalegt fyrir fólk að koma og dvelja kannski dag eða 2 kringum eitthvað svona. Langt er síðan sá ég hann sannlega fríður var hann allt sem prýða má einn mann mesta lífið var hann þig drega manna mest mætt af táraflóði og við hefðum aldrei sést elsku vinurinn góður Nú úr Borgarfirði eystra þá bregðum við okkur upp á Hérað, alla leið inn í Hallormsstaðaskóg, en þar fór fram á dögunum mikil skógarhátíð, sú 10. í röðinni og þeir segja fyrir austan héraðsmennirnir að það sé alltaf sól og blíða þegar skógadagurinn er haldinn og ég held að það hef ekki brugðist að þessu sinni. Þetta er skógadagurinn mikli sem við búin að halda hér síðan 2004. Þetta er þá 10. árið sem við höldum að hér. Og þetta eru nokkur félög í skógrækt sem standa að þessu hérna. Ég er í undirbúningshópnum sem stendur að þessum degi og búin að gera það alveg síðan þetta byrjaði fyrir 10 ára síðan. Við erum svona þéttur hópur úr þessum sem að standa saman í þessu sem að hittumst reglulega fyrir skógadaginn. Þessi hópur, félag skógarbænda og Skógrækt ríkisins og Hallormsstað og Barri og Héraðs-Austurlandsskógar sem að svona standa megnin að þessu og Skógræktarfélag Austurlands er komin inn í þetta líka. Og við byrjum undirbúning hér í nóvember á þessum degi því að við viljum hafa hann vellegan í ár. Það tókst held ég bara alveg þokkalega. Hér er náttúrulega, uppistaðan er Íslandsmeistaramót í skógaröskinu. Já, þetta er Íslandsmeistaramót sem við höfum haldið í öll þessi skipti og reyndar vorum við byrjað á því áður en í tengslum við skógadaginn hefur það alltaf verið haldið og þetta er eitt aðal fyrstu atriðum í skógadaginn og það er alltaf að auka samkeppnin í þessu. Fyrst voru þetta nú bara starfsmenn hérna hjá Skógrækt ríkisins sem svona voru einu atvinnumennirnir en núna erum við í fyrra til dæmis fór bikar í Suðurland og sá sem var í 3. sæti núna, hann kemur á Norðurlandi og þannig að ef að þeir koma hér, við erum farin að sæta mikilvæg samkeppni hér, austanmenn, þannig að við þurfum að hafa fyrir því að verja bikarinn. Meðal atriða á skógadeginu mikla var keppni í skógarhöggi. Nú héraðsmenn lögðu mikla áherslu á það að endurheimta Íslandsmeistaratitilinn í skógarhöggi en þeir töpuðu honum frá sér á síðasta skógardegi. Og þetta tókst, Ólafur Árni Mikaelsson sigraði og Bjarki Sigurðsson varð í öðru sæti en báðir starfa þeir hjá skógræktinni í Hallormsstað. Nú í 3. sætið var síðan Benjamin Davíðsson en hann kemur úr Eyjafirði. To
Og en síðan gerum við okkur hérna ýmislegt til skemmtunar eins og tónlistaratriði og svo gefum við fólkinu allir heilgrilla naut og pilsur eins og það vill borða og svo bara grípum við upp svona skemmtiatriði sem eru hér á lausu. Reynum að skemmta okkur sjálf svolítið í skóginum. Nú, það var líka hlaupið skóginn. Jón Jónsson sigraði í karlaflokki og Elva Rún Klausen í kvennaflokki. Nú, það var gert ýmislegt fleira á skógadeginum heldur en að reyna með sér í skógarhöggi eða hlaupum. Það var til dæmis heilgrillað naut sem allir fengu að bragða á. Það var líka boðið upp á lummur og pilsur og ketilkaffi, svo eitthvað sé nefnt. Og svo var farið í leiki og héraðsdætur stígu á svið og sungu og einnig dúkkulísurnar að sjálfsögðu. Ég sé svona gæja eins og þig. Finnst þér veröldin breyta svip. Þú hefur þannig áhrif á mig. Að ég fell yfir leið. Við byrjum bara fljótlega í janúar að hittast og það þarf að tala styrktaraðila og svona margt sem þarf að undirbúa, þannig að þetta er rútínu dálítið, við erum alveg vön. Það var aldrei klikkað veðrið, það er alltaf verið nokkuð sem verið spáð rigningu en aldrei klikkað, þetta er botthjett. Man getur setið yfir og bara farið í skóginn og sig. Hvað er alltaf því að smíða sig? Tilgangurinn er fyrst og fremst að fá fólk til að koma hérna í skóginn til okkar og kannski að við erum svona að byggja upp svokallega skógarmenningu. Og það er náttúrulega hlaupin hérna þar, bæði almenningshlaup og svo þeirra sem vilja taka krefjandi hlaup sem eru 14 km, almenningshlaupið er 4 km. Þetta fólk kemur alltaf og ferðast skóginn og svo hinir sem er að koma í skóginn til að njóta hans og við erum alltaf svo heppin að hafa svona gott veður, þannig að menn eiga ekkert nema brosandi minningar svona dag. Þetta er ákveðin kúltúr, skógarkúltúr, það er ketilkaffi og lummur eldaður á báli og það er skógarhúskeppni og svona hlauparar, þeir hlaupa hér í skóginum, þannig að þetta er svona til þess að fá fólk inn í skóginn. Þetta er svona, fyrstu árin voru þetta svona 700-800 manns en núna er þetta orðið svona 1500-2000 manns yfirleitt sem er hérna á svæðinu. Þannig að það er svona ekki gott að halda alveg tölun á þessu en þetta er mjög nálægt, það eru teljarar hérna niður í skóginn. Já, skógamenn hafa voðalega gaman að skemmta sér en það voru búin að vera veislur hérna upp í Víðivallaskógi í nokkuð mörg ár fyrir eingöngu þá sem voru í gróðursetningum og vinna við skógrækt. Þannig að við útfærðum þetta svolítið yfir á það að bjóða bara öllum að koma og vera með okkur og skemmta sér. Þannig var þetta uppafið. Já, þetta er bara til þess að láta fjölskylduna koma saman í skóginum og hafa gaman hérna í skóginum. Við erum að kynna fólkinu líka svolítið hvernig þetta gengur fyrir sig, það sem við erum að gera. Þannig að þetta er bara koma og njóta skógarins með fjölskyldunni. Það er einn af stóru þáttunum í þessu. Svarthvíta hetjan mín, svarthvíta hetjan mín, svarthvíta hetjan mín, hvernig ertu í lit? Nú líður senn að hreindýraveiðum og það komur svolítið fiðringur í hreindýraveiðum en
Þeir tóku sér líka til og héldu létta æfingu á skotsvæðinu í Eyvindarárdal og þar fengum menn að taka svolítið á því, bæði að skríða og hlaupa og skjóta. Þetta er nefnilega mikil kunst, veiðimennskan. Það er ekki bara nóg að geta mundað byssuna, skotið og hitt. Nei, það er ekki nóg því að þarna þurfa menn náttúrulega að vera liprir að skríða og menn þurfa að geta stjórna önduninni og menn þurfa að vera bara í svona líkamlega góðu formi. Það er ekki verra. Við skjótum á uppblásna blöðrur sem hanga í böndum og til þess að gera það þá þurfum við að hlaupa fyrst ákveðna hring, skríða undir línur og skjóta og reyna að hitta þessar blöðrur. Það gengur svona misjafnlega því að smá hreyfing á blöðrunum og við það að hlaupa þá væri með móðir. Þannig að við erum svona að leika okkur að líka eftir raunverulegum aðstæðum á veiðum. Kjartan Óttar Hjartarson sigraði í þessari keppni, en hvað þótti honum nú erfiðast? Það er að skríða á maganum inn í spottanum. Maður missir alveg andana og liggja á bumbunni. Í öðru sæti varð Jónas Hafþór Jónsson og Ragnar Bjarni Jónsson var í þriðja sæti. Í fjórða sæti kom síðan eina konan í keppninni, Guðný Greta Eyþórsdóttir, en hún sigraði í þessari keppni á síðasta ári en náði ekki að verja titilinn. En það gengur betur næst og það var auðþekkt á körlunum að þeir vilja gjarnan fá fleiri konur á þetta mót á næsta ári. Við köllum þetta hreindýrahreisti og það er nú nafn sem hentar þessu móti vel því að menn þurfa að taka á því, menn þurfa að svitna og fara, menn þurfa að fara í gegnum hérna ákveði ferli og gengur mjög vel. Það sem við erum náttúrulega að gera með þess að við erum með blöðrurnar af því það er sjónrænt, við erum með rauðar og hvítar blöðrur og það sést þegar að springa. Líkt hreindýraveiðum að við náttúrulega erum yfirleitt að elta þessi hreindýr og við þurfum að skríða eftir grafningum og lægðum og komast að þeim og skjóta og þau náttúrulega eru sjaldnast kjörð þannig þetta er svona hentar okkurlega þannig. Og það er líka það sem að þetta er náttúrulega öðruvísi heldur en til dæmis þetta hefðbundna skotpróf sem allir hreindýraveiðum fara í fyrir veiðar. Að það er náttúrulega liggja menn þó þessi úti þá liggja það kjörir og skjóta á fast skotmark. Þetta skotmark eru hreyfingu, þeir þurfa að hlaupa sjálfur. Þeir eru ekki tíma til þess að stoppa og hvíla sig til þess að afmæðast þannig að þetta er svona lítið meira krefjandi. Og væri allt í lagi að þó með ekki annað en með væri bara að leika sér, með myndu að prófa þetta. Jú, og ég held að væri sniðugt hjá mann þó þessi ekki endilega taka þátt í þessu móti að skjóta á svona skotmark sem er ekki alveg kjör. Prófa aðeins og eins líka að prófa það að labba nokkuð stíft eða hlaupa og skjóta strax á eftir, reyna að hafa heimil á öndunni, það skiptir miklu máli. Við erum 10 núna sem að keppum, þetta er svona svipaði fjölda var í fyrra, þetta er, ég veit ekki, jú það er heilmikið umtalum, það er ekki mikið þáttaka, þannig að þetta er svona, kannski tekur tíma líka að vinna þessu upp. Hún gekk nú betur en ég þarf að vona, ég tók nú eitt fríindis og eitt á hnénu, það var betur enn í fyrra og svo var hitt svona bara liggjandi eins og hreindýra skittur er yfirleitt liggjandi. Ég er búin að fella nokkur hreindýr en ég hef ekki fengið úthlutað þessu mörg ára, ég verði að taka hérna sigurinn til að fá eitthvað. Það er það sem að kannski skilur þetta frá mörgum öðrum skotmótum að fólk getur verið á staðnum og fylgst með og séð árangurinn. Þannig að það svona er skemmtilegt áhors. Ég tók þann ból í hæðina bara að hvíla mig smá í áður en ég myndi skjóta, það er ekki hægt þegar maður kemur svona alveg lafmóður. Bara hvíldi mig smá og skaut rólega. Það er mjög gott að vera smá latur í þessu. En það var ýmislegt gert til þess að líka eftir hreindýraveiðum. Keppendur þurftu til dæmis að draga með sér poka og koma honum í mark, en þessi poki var svona álíka þungur og hreindýr. Við erum með hellur, steinsteyptar hellur, þannig að röðum nokkrum stykkjum inni og bundum utanum og erum svona líka eftir því þegar menn að draga þetta byggð og eftir sér. Þetta er ekki allt auðvelt sko. Þetta er átök í þessu líka. Ég held að sé dálítið þungt núna. Ég held að við höfum oflestað dálítið plasti þannig að þetta er ábyggilega alltaf því eins og góðu tarfur. Minnst hefur reynst erfiðlega að koma honum í mark. Þá eru ekki fleira hjá okkur í Glettunum í dag. Sjáumst aftur á sama tíma að viku liðinni. Bless á meðan.